Forsætisráðherra segir engin áform að víkja Davíð Oddssyni seðlabankastjóra þrátt fyrir mótmæli fólks og afgerandi niðurstöðu skoðanakannana hann njóti lítils trausts. 90% þjóðarinnar treystir Davíð Oddssyni ekki í stóli seðlabankastjóra samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar sem gerð var fyrir Stöð 2 og 79% sjálfstæðismanna treysta þessum fyrrverandi forystumanni flokksins ekki til starfans samkvæmt sömu könnun. Krafist hefur verið afsagnar Davíðs í mótmælastöðum fyrir utan seðlabankan og í miðbæ Reykjavíkur að undanförnu en forsætisráðherra segir það ekki skipta máli. Það liggur ekki fyrir að taka neina sérstaka ákvörðun. Núverandi bankastjórar Seðlabankans hafa skipun til ákveðins árafjölda og það nú ekki venjan að láta skoðanakannanir eða mótmælagöngur stjórna því. Á ekki að hlusta á þjóðina þá? Það er ekki þar með sagt að þetta sé endilega viljið þjóðarinnar. Það er engin úrslita stund hvað þetta varðar gagnvart mönnum sem hafa skipun nokkur ár fram í tíman. Þannig að ég átti mér sett sig ekki alveg á þessu og mér finnst það óviðeigandi að persónu gera þann vanda sem við erum að fást í þeim einstaklingum sem að setja í stjórn Seðlabankans og líka mjög óhyggilegt að ætla að skiptum áhöfn þegar við erum hér í miðjum erfiðleikum. Ekki er óhugsandi að ráðherra fá að fjúka eftir uppgjör vegna bankahrunsins. Þetta mat stjórnmálafræðing sem segir það vart óbreytanlega staðreynd að íslenskum ráðamönnum verði ekki haggað vegna gagnrýni. Guðjón Helgason. Afsagnir ráðamanna eru vel þekktar víðast hvar í kringum okkur. Innanríkisráðherra Belgíu sagði af sér fyrir áratug þegar barnaníðingurinn Marc Dutroux slapp úr haldi lögreglu. 1995 sagði jafnaðarmaðurinn Mona Sahlin þá varaforsætisráðherra Svíþjóðar af sér þegar uppkomst að hún hafði notað greiðslukort ríkisins til að kaupa Toblerone og bleiur. Annar ráðherra Svía sagði af sér 2006 vegna vangoldinna afnotagjalda. Nú er bankakerfið hrunið á Íslandi og margir spyrja ábyrgð ráðamanna sem voru á vakt þegar það gerðist. Reynslan hingað til á Íslandi hefur verið svo að ráðherrar hafa búið mjög mikið starfsöryggi. Þeir hafa verið nánast ónæmir fyrir gagnrýni. Allavega hvað það varðar að þurfa að segja af sér og við höfum séð reyndar núna síðasta árið þróun í átt til mjög dvínandi trausts á ráðherrum eins og við sjáum bara í könnunum Gallup, svo við höfum séð lægri tölur varðandi ánægju með ráðherra heldur en nokkuð tíma áður og það virðist ekkert hagga við ráðherrum á einn hátt. Gunnar Helgi segir nú óvissu tíma hins vegar og því ekkert hægt að fullyrða að þetta breytist ekki. Næsta árið fari að greina það sem gerðist í bankahruninu. Ef við komumst að því að einhverjir hafa hagað sér þannig eða vanrækt skyldur sínar eða eitthvað því líkt, þannig að við getum ekki haft traust á þeim eða því hvernig þeir vinna, þá er ekki ólíklegt að í því svona uppgjöri sem að má alveg búast við að einhverju gætu fokið. Það er ekki óhugsandi.